Komið sæl, kæru gestir, bæði hér á Selfossi og þeir sem eru á netinu að fylgjast með okkur. Velkomin á uppskjöruhátíð verkefnisins Sveitafélag ársins. Hér á eftir verður tilkynnt niðurstöður könnunarinnar fyrir árið 2025. Einnig verður gert ljóst hvaða sveitafélög verma 4 efstu sætin og fá sæmdarheitið Sveitafélag ársins. Hrund Hlöðversdóttir heiti ég og framkvæmdastjóri Mannauðssjóðsins Heklu, en það eru 10 bæjarstarfsmannafélög BSRB sem standa að baki Mannauðssjóðnum og Sveitafélag ársins eitt af þeim verkefnum sem heyrir undir sjóðinn. Í ár tók einnig Sameiki stéttarfélag þátt fyrir hönd sinna félaga sem eru innan kjarasamnings sveitafélaga. Verkefni Sveitafélag ársins hefur nú verið keyrt í 4 ár. Og það Gallup sem vinnur könnunina og þökkum Tómasi Bjarnasyni og hans fólki kærlega fyrir þá vinnu. Tilgangur með könnuninni að hvetja stjórnendur sveitafélagana til að veita starfsumhverfinu meiri athygli sem og að ráðast í umbótaverkefni þar sem þess þörf. Einnig ætlunin að niðurstöðurnar skapi almenna umræðu starfsumhverfi og stjórnun á vinnustöðum. Félagsfólki stéttarfélagana til hagsbóta. Ekki síst tilgangurinn að veita góðum vinnustöðum viðurkenningu fyrir að hlúa vel að starfsfólki sínu. Sveitafélögunum boðið að taka þátt fyrir hönd alls síns starfsfólks og það gleðilegt að sú þáttaka hefur aukist ár frá ári. Núna þetta árið tóku 9 sveitafélög þátt fyrir sitt starfsfólk, en könnunin send á alla félagsmenn bæjarstarfsmannafélagana. Við fáum betri útlistun á framkvæmdinni og niðurstöðunum hér á eftir frá honum Tómasi. Könnunin ein af stærri vinnumarkaðskönnunum sem framkvæmdar eru hér á landi og við erum full bjartsýni að sífellt fleiri sveitafélög muni koma á vagninn á næstu árum og taka þátt fyrir allt sitt starfsfólk. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum sem koma að undirbúningi og allri vinnu bæði vegna könnunarinnar og viðburðarins hér í dag. Í vinnuteyminu í ár sátu Árný Erla Bjarnadóttir, formaður Foss stéttarfélags í almannaþjónustu, Marta Ólöf Jónsdóttir, formaður starfsmannafélags Kópavogs og Þóra Sonja Helgadóttir, verkefnastjóri hjá Kili stéttarfélagi, ásamt mér og Tómasi Bjarnasyni. Rafrænt fréttablað með niðurstöðunum sem hægt að skoða og velta fyrir sér og lesa verður sett inn á heimasíðu verkefnisins núna hér eftir þennan dag. Og við erum með nokkur prentuð eintök líka hérna sem má skoða hérna eftir. En við hefjum dagskrána og við ætlum að byrja á því að fá tónlistaratriði. Og það eru þær Sædís Lind Másdóttir og Fríða Hansen sem syngja og spila fyrir okkur. Gjörið svo vel. Sæl veriði. Við ætlum að byrja að syngja lagið Ég veit þú kemur. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þó hverja væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin þín, ef annað segja stjörnur tvær. Og þá mun allt verða eins og var, sko áður en þú veist, og þetta
þetta var okkar á milli friði leist og seinna þegar tunglið hefur tölt langan veg þá tölum við drauminn sem við elskum þú og ég veit þú kemur í kvöld til mín þó hvað ég væri stutt í gær ég trúi ekki á orðin þín ef annað segja stjörnur tvær ef annað segja stjörnur tvær. Næsta lag heitir Ó þú. Ó þú, enginn elskar eins og þú, enginn brosir líkt og þú, enginn grætur eins og þú. Fjarri þér hvar sem ég þrá að vera nærri þér. Dagurinn líður mig dreymir daginn kynntumst við fyrst. Dagstyggur aldrei því gleymir að hafa þig elskað og kysst. Ó þú, enginn elskar eins og þú, enginn brosir líkt og þú, enginn grætur eins og þú. Takk fyrir. Takk fyrir þetta kærlega. Heyrðu, þá ætlum við að setja hérna staðkynningu sem kemur ekki. Það er þess að fá að kynna fyrir ykkur mannauðssjóðinn Heklu. Já, flott. Það er þessi tæknimál hérna. Nú kemur þetta. Glæsilegt. Heyrðu, en mannauðssjóðurinn Hekla tók til starfa 1. janúar 2025 eftir sameiningu mannauðssjóða Samflots, mannauðssjóðs Kjalar og mannauðssjóðs KSG og tók Hekla yfir alla starfsemi eldri sjóðana. Ég var ráðin til starfa í mars og þá tók við undirbúningstímabil
því ekki gáttum við opna sjóðin fyrir að allt var komið eins og við vildum hafa það og við vorum að vinna að heimasíðugerð og rafrænni umsóknargátt og úthlutunarreglum og svo var það núna í miðjan september sem að við gáttum opnað sjóðin fyrir umsóknum á ný. En sjóðurinn sinnir markmiðum sínum á sviði símenntunar og mannauðs með því að veita styrki til sveitarfélaga, stofnana, vinnuveitenda sem greiða í sjóðinn. Til stéttarfélaga og svo vinnur mannauðssjóðurinn einnig að verkefnum sem sjóðstjórn skipuleggur eða á aðkomu að. Og það eru verkefni sem eru styrkhæf, það er að skoða það inn á heimasíðunni. En það eru námskeið fyrir sjóðsfélaga sem stuðla að aukinni starfsmenntun og undir þennan lið falla starfssamningar við fræðsluaðila langtíma og skammtíma verkefni. Það eru námskeið og innanhúsfræðslur. Sveitarfélög og vinnuveitendur geta sótt styrk til að kosta fræðslu sem framfyrir innan stofnana þeirra. Síðan eru það verkefni sem eru þarfagreining, úttektir, ráðgjöf til sveitarfélaga og eða stofnana. Einnig er sótt styrki til rafrænna námsumhverfa, þróunarverkefna, tækni og nýsköpunar. Síðan eru námskeið erlendis eða náms- og kynnisferðir. Þetta eru svona flokkarnir sem eru undir styrkhæfum verkefnum. Síðan er það mannauðssetur Heklu, en mannauðssjóðurinn rekur mannauðssetur Heklu sem tekur þátt í að móta stefnur og vinna fræðslu tækifærum. Og þetta er svona eitthvað sem við eigum eftir að móta líka betur með tíð og tíma, við erum svo nýlega farin af stað. En mannauðssetur getur aðstoðað við skipulagningu fræðslu til stofnana, meðal annars framsetningu símenntun áætlana og það er svona það sem er ekki komið af stað en vonandi verður það innan tíðar. Mannauðssetur vinnur líka að því að gera rannsóknir og það eru til dæmis þessi könnun, nú er þetta 4. árið sem þessi könnun er gerð og þá eigum við niðurstöðu til þess að vinna með og skoða og rannsaka. Og með það markmið að fá yfirsýn og hlúa starfsumhverfi og starfsþróun eins og með þessu verkefni sveitarfélag ársins. Mannauðssetur leggur áherslu á samstarfi tengda fræðsluaðila og það er bara spennandi tækifæri framundan að fá að þróa mannauðssetrið til hliðar við mannauðssjóðinn. En endilega skoða bara heimasíðuna og mannauðssjóður.is og þar er meira að finna sjóðinn. En mér langaði svona aðeins að nota tækifærið og fræða ykkur mannauðssjóð Heklu. En nú er komið að Tómasi Bjarnasyni og hann ætlar að vera með erindi starfsánægju og erindi heitir Er starfsfólk sveitarfélaganna ánægt í starfi? Hvað skapar starfsánægju og af hverju er hún mikilvæg? Þannig að nú ætlum við að finna Gjörðu svo vel, Tómas. Glæsilegt. Það er bara gaman að vera með ykkur og ég ætla að segja ykkur frá starfsánægju og er starfsfólk sveitarfélaganna ánægt í starfi og hvað skapar starfsánægju og af hverju er hún mikilvæg. Við vitum náttúrulega öll hún er mikilvæg en við kannski gleymum því stundum. En við byrjum aðeins, mér langar að segja ykkur aðeins hvað starfsánægja er og kannski vitum við það. En það auðvitað svona einhvers konar heildarmat á starfsumhverfinu. Það er hægt að mæla hann á ýmsan hátt og eins og við mælum hana, ég sýni ykkur þá eftir. En þetta er svona jákvætt mat á starfsumhverfi og stjórnun og skipulagi. Svona fólk horfir heildrænt á vinnuna sína og vinnustaðinn.
Það geta líka verið samskipti þarna inni. Þetta er gríðarlega mikið rannsakað hugtak og ástæðan fyrir því að það alveg frá því að fólk byrjaði að hugsa starfsánægju, þá veltu fólk fyrir sér því hvort að starfsánægja væri tengd því að rekstur gengi betur og hvort að ánægðara starfsfólk væri betra starfsfólk. Og þetta hefur nú farið í svona dálitlar sveiflur gegnum tíðina, hvort að þetta væri svona einfalt samband eða flóknara. Og tímabilið var svona kannski svolítið neikvætt viðhorf og sagði að þetta væri nú kannski ekki endilega svona, eða það væri erfitt að sýna fram á það. En það hefur svolítið snúist aftur núna í seinni tíð. Það hafa verið rannsóknir, sérstaklega svona í tengslu við jákvæða sálfræði. Þá hafa verið gerðar sko þúsundir tilrauna og rannsókna sem sýna að það bara þannig. Að ánægðara fólk, það bara gerir meira, það stendur sér betur, það fær fleiri hugmyndir, það er kreatífara og já, þannig að þetta er sannarlega eitthvað sem skiptir máli. Þannig að bara á síðustu árum og áratugum þá bara að sýna fram á að þetta bara svona. Og við sjáum auðvitað mjög skýrt í okkar gögnum, öllum, líka þessum sem ég ætla að sýna ykkur eftir, að starfsánægja hefur tengsl við til dæmis fjarvistir og starfsmannaveltu. Þannig að fólki sem ánægðara, það minna burtu og það síður að hugsa sér til hreyfings heldur en fólki sem óánægt. Þannig að, og einhver sem hefur gaman að starfsmannaveltu inni? Finnst þú skemmtileg? Gaman að fást við? Nei, það er mjög leiðilegt. Það er mjög dýrt líka. Og þá líka mjög svona líka spennandi að hugsa, ok, hvað skapar starfsánægju? Hvernig getum við ýtt undir starfsánægju? Það er auðvitað svolítið flókið, það er margt. En svona var starfsánægja skilgreind 1967, svo sjáðu ánægjulegt og jákvætt tilfinningart ástand. Hækka aðeins. En svona mælum við starfsánægju í sveitafélagi ársins og við erum bara svona að spyrja heildarmat, sem ekki hávaði í mér, það lækka aðeins. Og við spyrjum hvort að viðkomandi sé tilbúin að mæla með vinnustaðnum, hvort það sé stolt af vinnustaðnum, hvort það sé fólk sé ánægt í starfi og hvernig líður í starfinu, sem auðvitað svona smá tilfinningaþrungin spurning. En það er gaman að segja frá því að ánægja þessar spurningar sem það tekna saman, það hefur verið að hækka frá 4.10 2022 núna í 4.23, svo sem ekki mikil hækkun en allt á réttri leið. Og mér langar að sýna ykkur líka breytingarnar, af því að við spyrjum líka starfsvið sem viðkomandi á, spyrjum grunnskólan er mjög hár eins og sjáðu, 4,3 hefur hækkað frá 2022 lítið, leikskólinn er 4,2 hefur hækkað meira, málefni fatlaðra aðeins lægra, félags- og velferðarþjónustan er 4,2, stjórnsýslan 4,3, skipulagsmál 4,2, íþróttamannvirki 4,1, öldrunarþjónustan 4,1 en hefur hækkað mikið frá því 2022 og önnur starfsemi mest. En mér langar ég veit að þetta er svona langsótt en mér langar að fá að heyra í salnum hvort að einhver væri til í að tjá sig hvers fólk klakkar til að mæta í vinnu og hvað það væri sem þið myndu ekki vilja missa af sem tengist vinnunni eða hvað gefur ykkur orku eða gleði. Er eitthvað sem þorir að segja? Já, samstarfsfólk. Já, einmitt. Akkurat. Samskiptin skipta miklu máli. Þetta er frábær punktur og þetta var akkurat ein af þessum rannsóknarniðurstöðum úr síðustu áratugum sem að segja bara þetta er málið, það eru samskiptin. Við höfum tilhneigingu þegar að mikið bjátar á þá lokum við okkur af. En það er það versta sem við gerum. En eitthvað fleiri? Árangur, við viljum ná árangri. Skapa umhverfi sem fólk getur ná árangri, það er algjört lykilatriði.
og eitthvað fleira. Kaffið, hitta fólkið, drekka kaffi, mjög gott. Og ef einhver er heima á netinu og skrifar eitthvað, þá er einhver að fylgjast með því. Hrósið, já, gefur okkur orku, einmitt. Eitt sem við kannski hugsum ekkert mikið en hvort að starfsánægja sé mikilvæg fyrir lífsánægju. Þannig að stóru myndina, hvernig okkur líður í lífinu. Og við vitum náttúrulega sem hér erum, ég vissum það, að fólk tekur vinnuna með sér heim, er það ekki? Einhver sem getur skilur alveg á milli? Erfitt, maður getur verið að hugsa lengi eitthvað sem hefur gerst, sem gekk ekki nógu vel. Maður getur líka tekið einkalífið með í vinnuna, ekki satt? Með veik börn heima, hvar er hausinn á manni þá? En þetta er svona samspil og þannig að vinnan er svona auðvitað þessum póstum sem skipta máli fyrir hvernig okkur líður. Og mér langar að sýna ykkur hérna úr Sveitafélag ársins að því við spurðum ánægju með lífið. Og ég held að Árný hafi þegar við vorum að hugsa að kippa þessari spurningu út, þá sagði Árný, nei, þetta er svo mikilvæg spurningu, skulum hafa hana, eða ekki rétt hjá mér. Og sem situr þarna. En við spurðum þetta því hvort að fólk væri ánægt með lífið, hversu ánægt það væri. Og þannig værum við að skoða hvort að fólk væri mjög eða frekar óánægt með lífið. Þannig er ég bara að horfa á óánægjuna og eftir í hvernig líðan í starfi. Þannig með líðan í starfi hérna megin, svo kemur óánægjan hinn megin. Þannig við sjáum að ef fólk er mjög ósammála því að líða vel í starfinu, þá eru 35% óánægð með lífið. En ef fólk er mjög sammála því að líða vel í vinnunni, þá er ekki nema 1% fólks óánægð með lífið. Þannig að auðvitað skýrir starfsánægjan ekki allt, þið sjáið. Það er 65% sem er samt ánægð með lífið þó að það sé óánægt í starfinu. En þið sjáu hvað það er ofboðslega sterkt samband þarna á milli. Þannig að ef líður ekki vel í starfinu, þá er góða líkur á þú sérst ekki ánægð með lífið. En svo er þetta, skiptir starfsánægja einhverju fyrir árangur vinnustaða og eins og ég var að segja ykkur, þessar 9 rannsóknir sem að tengja þetta svona vel saman og gera þetta með tilraunum, þannig að við getum alveg skoða það nákvæmlega, hugsanlega langtíma rannsóknir sem hafa líka verið gerðar. Það sem að svona jákvætt hugafar og ánægja hefur síðan áhrif á hugsanlega bara tekjur fólks og laun seinna á lífsleiðinni. Og það er þetta tengsl jákvæðra tilfinningu og frammistöðu, sköpun og gleði og þrautseigju og það er bara búið að sýna fram á þetta er svona. Og síðan er þá spurning, er eitthvað tengsl á milli starfsánægju og síðan og hvernig reksturinn gengur? Og þetta eru tölur frá Gallup í Bandaríkjunum. Þeir safna sem sagt, við erum að gera kannanir með þeim líka á vinnustöðum. Og þeir safna líka upplýsingum hvernig rekstur fyrirtækja gengur og við spyrjum í þessum könnunum líka ánægju með vinnustaðinn og þarna sjáum við sem sagt að það er tengsl á milli ánægju og síðan tryggð viðskiptavina sem skiptir kannski ykkur ekki svo miklu máli en sannarlega skiptir máli með ánægju og framleiðni og ánægju og hagnað og líka ánægju og tryggð. Þannig að tryggðin er meiri þar sem ánægjan er meiri. Dregur úr veltunni. Og í Sveitafélag ársins þá sjáum við líka þetta sama samband. Þannig erum við að skoða hlutfall fólks sem er í virkri starfsleit eftir hvernig líður í starfinu. Og þarna sjáum við, sem sagt, ef að fólk er mjög ósammála að líða vel í starfinu, eru 79% sem er í virkri starfsleit. En bara 6% ef þú ert mjög sammála. Þannig að sannarlega er starfsánægjan hérna eitthvað sem að við, hún verður í askana látið eða maður orða það þannig. Og hvað ýtir svo undir ánægju fólks? Það er auðvitað eins og ég sagði, flókin spurning og það er kannski eitthvað ólíkt eftir fólki. Í Sveitafélag ársins spyrjum við alls konar hluti eins og stjórnun og starfsanda og launakjör og allt það sem þið sjáið þarna á listanum.
Svo hefum við verið að veita athygli mikið þróun starfsfólks og þetta er nú líka mannusjóðurinn sem að stendur að þessu, þannig að það er ekkert skrítið að við séum að veita því athygli, enda stöndum við á krossgötum núna með gervigreind og annað. En hvað myndið þið halda? Að svona öllu jafna skipti mestu máli fyrir ánægju fólks? Er einhverjar hugmyndir? Starfsandi, pottþétt, sveigjanleiki getur líka verið. Já, akkurat. Býður ykkur betur? Já. Tilgangur? Já. Sko þetta skiptir í rauninni allt máli, en það sem skiptir mestu máli er stjórnunin. Þarna er sem sagt sjáum við punktur 78 eru fylgnin á milli ánægju og stjórnunar, og fylgnin tekur gildi frá 0 að hún er engin og 1 eða -1, -1 ef hún væri alveg neikvæð en +1 ef hún væri alveg jákvæð. Nú sjáum við þetta er svona mjög sterk fylgni á milli stjórnunar og ánægju. Og mér langar að sýna ykkur hérna spyrjum við í sveitafélagsins, ég ber fullt traust til stjórnenda vinnustaðarins, og ef að fólk er mjög ósammála því að bera fullt traust, þá er 46% ósammála því að líða vel í starfinu. En ef þú segir mjög sammála, ef þú berir fullt traust til stjórnenda, þá er bara 1% mjög ósammála því að líða vel í starfinu. Þannig þið sjáu hvað trausti stjórnenda skiptir rosalega miklu máli. En hver sagði starfsandi áðan? Það var allt frosið. En næsta glæra hefði verið starfsandi. Og ég hefði sýnt ykkur það ef það væri ekki allt frosið. En já, að fá tæknimann til að skoða það. Eða eigum við bara að endurræsa. Þetta er bara, gerist ekkert. Nei, það var sem sagt, wow. Kannski er eitthvað að koma. Það gerist eitthvað. Starfsandi var það næsta. Og ætlaði ég að sýna ykkur einmitt sama. Ef að þú ert ósammála því að starfsandinn sé afslappaður og óþvingaður, þá eru 58% ósammála því að líða vel í starfinu. En ef þú ert mjög sammála því að starfsandinn sé afslappaður, þá er bara 1% sem er ósammála. Þannig að gríðarlega sterkt samband þarna á milli líka. Ímyndin kemur næst, til ekki að sýna ykkur fleiri myndir, þeir eru örugglega orðin þreytt á myndunum. En svo sjáum við svo sjálfstæði starfi, jafnrétti, tilgangur, einhver sem nefndi. Hitt skiptir líka máli, bara aðeins minna en þetta. Og sem sagt bara ef við tekum þetta saman, þannig að starfsánægja skiptir miklu máli fyrir fólk, líka vinnustæðina. Þannig að þetta er win-win, og það er nú oft með svona kannanir, þar eru win-win, bæði fyrir vinnustæðin og fólkið. Og það eru tengsl á milli lífsánægju og starfsánægju, það er líka á milli starfsánægju og starfsleitar. Þannig að árangurinn, starfsmannaveltan er mjög kostnaðarsöm, þannig að það að halda fólki og halda því ánægju er eitthvað sem skilar sér í kassan. Og við sjáum að stjórnun og starfsandi er svona það sem skiptir mestu máli, þannig að það er fjárfestingin sem við ættum öll að vera að gera. Það er að fjárfesta í stjórnendum, stjórnendaeflingu, vali á stjórnendum og auðvitað leiðir til að bæta stjórnun og samskipti. Það er alltaf eitthvað svona sem ætti að borga sig, því það skila sér bara strax í minni kostnaði. Já, en það er ekki meira sem ég er með. Það er Billy. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta og mér finnst þetta mjög áhugavert og það eiginlega ýtir líka undir það hvað mannauðsmálin eru mikilvæg öllum sveitarfélögum og öllum vinnustöðum og huga að því að vinna þeim.
En við ætlum að fá tónlist, við ætlum að fá þær aftur inn, þær hérna stöllur, Sædísi Lind og Fríðu og þær ætla að hérna syngja og spila fyrir okkur. Jæja, við ætlum að syngja næst lagið Við gengum tvö. Við göngum tvö í rökkuró. Við leitumst hljóð hungan skó. Þú varst yndið og ástin mín og stundin áfeng eins og vín. Við lítum tvö í húmi ein. Blærinn hvað við blöð og grein. Ég var nóttin þögla þín og þú varst eina stjarnan mín. Á meðan norðurljósin leiftra bláan himinin, þá sit ég ein og þrái kveðjukossinn þinn. Á meðan norðurljósin leiftra bláan himinin, þá sit ég ein og þrái kveðjukossinn þinn. Já, þá ætlum við að enda þetta á þessu lagi sem heitir Það er nú bara allra stingað. Það er allra stingað, þannig að við ætlum að stinga og syngja stinga með stingum að með Múksson. Það andvöku bjart, himinn kvöld sólar skart. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smádal. Lækjanið, lítinn foss, skeinu sár, mömmukoss. Lækjanið, lítinn foss, skeinu sár, mömmukoss. Stingum af í spegilsléttan fjörð. Stingum af smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna ár upp í loft út á sjó. Verðmætt gleði tár, allir ró, allir ró. Hoppum út í bláinn,
kveðjum stress og skjáin, syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Tínum skeljar, fjallagrös, látum pappa blás úr nös. Við grjótarhól í feluleik, á hleðslu lambasteik. Við grjótarhól í feluleik, á hleðslu lambasteik. Stingum af í spegilsléttan fjörð, stingum af smá fjölskyldu hjörð, senn fjúka barna ár upp í loft út á sjó. Verðmætt gleði tár, allir ró, allir ró. Takk herrlega fyrir okkur, Sædís og Fríða. Takk fyrir þetta, mikið var þetta fallegt. Og og falleg lög og fallegur flutningur. Heyrðu, nú endilega standið þið upp og fáið ykkur meiri veitingar, því að nú erum við að fara að koma að máli málana sem eru niðurstöður könnunarinnar þetta árið 2025. Þannig að endilega bætið á diskan ykkar og fáið ykkur meira kaffi og svo ætlar hann Tómas að taka við og segja okkur frá hvernig þetta kom nú allt saman út núna. Gjörðu svo vel. Já, þetta kemur nú allt saman. Þetta er bara að velja réttu kynninguna. Niðurstöðurnar. Já, viljum það hérna. Þetta er hörgla, já. Ekki. Yes, komið. Heyrðu, gaman að sjá okkur aftur. Heyrðu, já, það sem ég ætlaði að fara í ég ætlaði að rúlla yfir tilgangin. Það er nú svo sem búið að tala aðeins tilgangin með könnuninni og verkefninu, segja ykkur frá framkvæmdinni og helstu niðurstöðunum og svo öðrum niðurstöðum. Það eru margar spennandi niðurstöður úr könnuninni. Ég ætla nú ekki samt að fara yfir hratt yfir sögu, annars verður við svo lengi. Og aðeins næstu skref sem er bara auðvitað að veita verðlaunin. En sem sagt tilgangurinn er auðvitað að veita starfsumhverfinu athygli, hvetja stjórnendur til þess og ýta undir umræðu mikilvægi starfsumhverfisins og svolítið eins og ég var að tala áðan í sambandi við mikilvægi til dæmis eins og starfsánægju og af því að þetta hefur áhrif á starfsfólk og viðskiptavini og samfélagið sjálfsögðu. Líka veita góðum vinnustöðum viðurkenningu. Það er einn af tilgangum könnunarinnar. En aðeins framkvæmdina, könnunin hefur aldrei verið stærri. Við erum aldrei verið með fleiri svör. Við erum með 2400 svör og
við vorum lögðum könnuna fyrir í maí til júli, bara í byrjun júli, mestu leyti lögðum hana fyrir í maí og júni, og það var sendt bréf frá mannusjónum til sveitafélagana og þeim búið að taka þátt, og þetta eins og því að við þekki könnunina, að þetta er viðamikil könnun og margar spurningar, en ástæðan líka, hún verður að vera viðamikil af því að við erum að velja sveitafélag ársins. Þá byggjum við það ekki á einhverjum örfáum spurningum, við viljum byggja það á mjög heildstæðu mati. Og könnun náði til félagsfólks 11 stéttarfélaga í 30% starfi eða meira, sem hefur verið félagsmenn í að minnsta kosti 3 mánuði. Þýðið var 7500 manns, en í endalegu þýðu 7000 manns, og eins og ég segi, aldrei fleiri svarað. Eins og þið sáuð áðan, þegar ég var að sýna ykkur þættina, þá eru þetta 9 þættir sem að spurningarnar falla í 9 þætti, og þeir mynda þessa heildareinkunn sem við veljum sveitafélagið út frá, og allir þættirnir byggja á að lágmarki 3 spurningum og síðan alltaf 10 spurningum, eins og stjórnunarþátturinn byggir á 10 spurningum. Og þættirnir eru valdir með tölfræðilegri aðferð, þannig að þeir koma fram mjög skýrt og greinilega í gögnunum og reyna í fleiri könnunum sem við gerum, þar sem við notum sömu aðferð. Og vægi þáttana ræðst af þessari tölfræði greiningu sem við gerum, og þarna sjáum við síðan vægið að stjórnunin vegur þyngst, en við sjáum líka eins og starfsandi vegur mjög þungt líka, og líka ánægð og stolt. Jafnréttið vegur líka þungt, 13%, og þannig að heildareinkunnin er unnin út frá þessu. Og hérna sjáum við breytinguna frá því í fyrra, einkunnir alla þátta og breytingu frá því í fyrra, og gaman að segja frá því það er engin þáttur sem að lækkar, og raunar ef við skoðum frá 22, þá eru allir þættirnir að hækka vel frá þeim tíma, þannig að það hefur þokast upp á við frá því að við byrjuðum að mæla, og það sem að hækkar mest núna, það eru launakjörin. Þau fara upp 0,16, og það er líka sá þáttur sem hefur hækkað mest frá 22. Þannig að það er meiri ánægja með laun núna heldur en var. Minnsta breytingin, eins og segja á sveigjanleika vinnu, mjög lítið breytingar, sama einkunn, eiginlega á milli ára. Það er alltaf minnstur í svona könnunum sem við sjáum eftir störfum, eftir því viðfangsefni sem að fólk tekst á við. Þannig að það er svona ákveðin stöðuminnstur, eins og til dæmis eftir starfi, að þá eru venjulega tróna stjórnendur og á toppnum, þeir eru ánægðasti með sitt starfsumhverfi. Það sem við sjáum neðst þarna er framreiðslustarf, matráður og aðstoð í eldhúsi. Þetta er heildareinkunnin, það er búið að taka saman allar spurningarnar og setja í eina púlju. Þá er svona það að jafna því lægsta meðaltalið. Önnur minnstur sem eru líka mjög stabíl í svona könnunum er tengsl við aldur og starfsaldur. Og starfsaldurstengslin eru oft svona ulaga minnstur. Það við sjáum að fólki sem er búið að vera skemmst og fólki sem er búið að vera lengst, það er oft með aðeins hærri einkunnir, gefur aðeins hærri einkunnir. Við sjáum það svo sem ekki alveg skýrt hérna, en oft er það þannig að oft er það skýrara minnstur sem við sjáum að fólki sem er búið að vera lengst er líka ánægðast eða gefur hæstu einkunninnar. Annað mjög skýrt í svona könnunum er að minni vinnustaðarnir koma betur út heldur en stærri, og við sjáum það líka hér að minni sveitafélögin koma betur út heldur en stærri sveitafélögin. Þannig að það eru ákveðin svona, ákveðið verkefni eða vandamál sem eru svona, þau verða erfiðar með stærð. Stærðin gerir hlutina flóknari, og það þarf að láta allt virka saman og það getur verið flókið verkefni.
Þannig að ég ekki segja að það er alltaf flókið, en það er kannski alliti léttara þegar maður er með lítinn hóp en stóran. Við sjáum líka alltaf hérna þessi tengsl með stjórnendurna eins og sýndu ykkur áðan að fólk með mannaforrað, það kemur betur út heldur en hinnir. Og það er auðvitað góð svona vangavelta af hverju það er. Stór starfsumhverfi stjórnenda sé einhver leyti jákvæðara heldur en annara og það er þekkt í fræðunum líka. En mér langar að sýna ykkur líka aðeins fleiri niðurstöður. Sérstaklega höfum við verið að leggja áherslu á starfsþróun og símenntun undanfarin ár og eins og ég segi, það kemur til að því að það við stöndum á svo miklum krossgötum í hvað varðar störf og vinnumarkað. Það er svo margt að breytast og við stöndum hérna alveg á eins og ég segi, krossgötum, það er margt sem mun breytast og til dæmis erum við að skoða hér hvatningu sem fólk fær til að þróast og af hverju er sýna ykkur það? Já, það kemur í ljós bæði að þetta skiptir miklu máli fyrir ánægju fólks en þetta skiptir bara líka mjög miklu máli hvað fólk sinnir mikilli þróun. Þannig ef að hvatningin er ekki til staðar þá gerir fólk bara miklu minna. Og þetta við búin að skoða bara vel og vandlega og fyrir sömu hópana, við skoðum skrifstofufólk sem fær hvatningu og ekki, þá er bara munur, heilmikill munur þar á. Þannig að þarna verður þetta að byrja. Það verður að byrja með hvatningu stjórnenda og skapa fólki aðstæðuna til að geta þróast og vaxið. Ég ætla ekki að dvelja mikið meira við það, en mér langar að sýna ykkur líka ef þið sæju þetta nú, að fólk er að gera samt mjög margt hjá sveitarfélögunum og þannig erum við að spyrja bara hvað fólk er að gera, gerður eitthvað eftirfarandi á síðustu 12 mánuðum og þannig að fólk er duglegt að gera alls konar hluti sem sagt ef við skoðum þarna neðst þennan part, þetta er fólki sem segist ekki gera neitt af þessu og það er svona 50 en hinnir, restin er að gera mjög margt og til dæmis að horfa á fræðsluerindi eða fara á námskeið og allt mögulegt. Þannig, og ég er búin að skoða þetta líka sem sagt alþjóðlega og alþjóðlega komum við líka mjög vel út. Ísland og Norðurlöndin eru eiginlega alveg í sér flokki þegar við skoðum svona óformlegt nám og formlaust nám sem við erum að mæla hérna. Og þar skipta bara þessi mannusjóðir, þeir eru bara einna lykilþáttunum í því af hverju það er þannig. Af því þegar við spyrjum að því, hvað er það sem hvetur þið til að gera, þá stendur Ísland alveg sér á parti hvað það varðar. Að það eru stéttarfélögin, mannusjóðirnir. Og þannig að það er einu ástæðan fyrir því að við komum svona betur út úr þessu heldur en flestar aðrar Evrópuþjóðir. Og líka bara fólk segir að þetta sé gagnlegt sem þeir eru að fara að nýta, eða sem að það er að gera. Þannig að mikill meirihluti segir að það hafi verið gagnlegt. Og ég nefndi líka það er að byrja á hvatningunni, en svo þarf við að skoða hindranirnar, skapa fólki aðstæðurnar til að sinna þróun. Og eitt af því sem er kannski ekki hindrun beint, en það er svona skortur á ávinningi. Þannig að fólk sér ekki tilgangi með að gera. Þetta er auðvitað auka vinna, lærdómur er verkefni, álag, að sinna einhverju nýju og læra eitthvað nýtt, því maður bæti því við annað sem er að gera. Þannig að fólk verður að sjá að það sé ástæða og auðvitað ein ástæða getur bara verið starfsöryggi eða atvinnuöryggi og þó að það sé kannski erfitt að koma því á framfæri með jákvæðum hætti, en þá er það bara þannig. Vinnumarkaðurinn er að taka miklum breytingum. Annars sem ég langaði að benda á eru starfsmannasamtölin og við sjáum að starfsmannasamtölin hafa mikil áhrif á mat fólks til dæmis og stjórnun. Þannig að starfsfólki sem að fer í starfsmannasamtal, það er yfirleitt að meta stjórnunina betri. Þannig að starfsmannasamtal er verkfæri sem stjórnendur geta notað í tengslamyndun og til þess að hrósa auðvitað og gera ýmislegt sem skiptir bara máli, er jákvætt, veita frammistöðu eftirtekt og fólki eftirtekt og það fólk er miklu duglegri við að sækja sí og endurmenntun
Þannig að fólki sem fer í starfsmannasamtal, það gerir líka meira á sviði þróunar og það líka hvatt meira til að þróast, þannig að fólki sem fer í samtal, það fær meiri hvatningu til að þróast. Og eins og ég segi, það gerir líka meira. Við vorum að tala tilgang starfsins og tilgangurinn, við spurum það núna í könnuninni og það kemur í ljós að fólk að svara því mjög jákvætt og við spurðum þarna eins og þið sjáu, við erum með 4 spurningar, hvort að starfið hafi merking og tilgang, hvort að fólk var stolt af því, hvort fólk hafi áhuga, hvort að fólk hafi jákvæð áhrif á samfélagið. Og í öllum störfum mikill meirihluti fólks sammála þessum fullyrðingum og þetta nú svona kannski eitt af því sem maður getur tínt til sem sérstaklega jákvætt í störfunum í sveitarfélögunum að það fólk að hafa svo jákvæð áhrif. Störfin svo merkingabær og hefur svo mikil áhrif á líðan fólks og lífsgæði með þessum störfum og fólk finnur það eins og sjáðu hérna. Þetta svona eina af þessum spurningum sem hvað hæstu einhvern í svona könnunum. En það líka álag eins og við sjáum hérna og 36% starfsfólk telur að vinna álag sé of mikið. Rauða svæðið þarna allt of mikið og svo heldur of mikið, en mjög margir segja líka að sé hæfilegt og einhverjum hefur ekki breyst, við spurðum að þessu líka í 24 og nákvæmlega sama niðurstaða og þetta svolítið misjafnt eftir störfum eins og sjáum við 47% starfsfólk í leikskólum telur að vinna álag sé of mikið, en 20% fólk sem starfar í íþróttamannvirkjum eða sundlaugum eða skíðasvæðum, þannig að það getur verið mjög mikill munur á eftir störfum. Sjáum líka eins og leiðbeinendur og stjórnendur, það álag mjög mikið, en fólk sem í húsvörslu eða ræstingum, það fáir sem telja álagið sé mjög mikið þar. Og konur finna meira fyrir álagi en karlar, sem að tengist auðvitað þessum störfum líka. En þá það bara næstu skref og mér langar að segja ykkur frá sveitarfélögunum sem á lista. Það voru 9 sveitarfélög sem tóku þátt fyrir allt starfsfólk, það hafa aldrei verið fleiri. Og þessi sveitarfélög fá líka skýrslu fyrir sitt sveitarfélag, þannig að það næsta skref hjá okkur að byrja að undirbúa það á morgun og senda ykkur skýrslunar ykkar. En til að sveitarfélagi næði á lista þá þurfti svarhlutfallið að ná 35% af útsendum listum og það eru 22 sveitarfélög sem náðu lágmarksþátttöku og það var sami fjöldi og í fyrra. En ég ekki með meira frá mér. Takk fyrir. Jæja, Árný, nú ætlum við að upplýsa ykkur það hvaða sveitarfélög náðu 4 efstu sætunum. Alveg, Þannig að við kannski færum okkur hérna aðeins inn í bara miðjuna, þannig að þurfum við kannski ekki að vera hérna alveg, það ekki? Færum okkur hingað. Já, ég þótt að segja eitthvað. Sveitarfélagið sem í 4. sæti, það Skeið og Gnúpverjahreppur. Bara tökum við myndir á eftir, það ekki, þetta klókt. Í 3. sæti Hrunamannahreppur.
Í öðru sæti er Grímsnes og Grafningshreppur. Og í fyrsta sæti er Bláskógabyggð. Og þá er þessari stund lokið hérna í dag og við bara hlökkum til að halda áfram á næsta ári, 2026. Ég vil óska ykkur til hamingju þeir sem eru í efstu sætunum og öllum sem að tóku þátt og nú á eftir að skoða bara niðurstöðnar og nota þetta í góðs. Því að þessar niðurstöður, það er mikil vinna við svona könnun og það á að taka svona niðurstöður og nota þær og til að bæta starfsumhverfi allra. Þannig að takk fyrir.